Já, góðan daginn. Ég heiti Sigríður Sverrisdóttir og kem frá Grenivíkurskóla og hef verið með umsjón með grænfánaverkefninu þar ásamt fleirum. En Grenivíkurskóli, hann við utanverðan Eyjafjörð að austan og við höfum unnið að verkefninu síðan 2004. Heyrist, þetta ekki óþægilegt? Ég finnst ég alltaf heyra eitthvað svo mikið í mér. Já, síðan 2004 og þá gekk Grenivíkurskóli. Það heyrist þegar ég anda. Ég finnst ég heyra þegar ég anda. Flott, takk fyrir. Já, við höfum unnið að grænfánanum síðan 2004. Þá gekk Grenivíkurskóli til liðs við verkefni skólar á grænni grein. Og það núna í næstu viku, 17. október, sem við fáum grænfánan afhentan í 4. sinn. Nú við byrjum náttúrulega á því að stofna umhverfisnefnd þegar við hófum þetta verkefni eins og allir aðrir og við fengum sveitarstjóran til þess að vera með okkur í verkefninu og hún hefur verið í umhverfisnefnd alveg frá því við byrjuðum. Þannig að þetta sem ég segi ykkur frá núna, það miðar svolítið að því að við erum að vinna í samfélaginu og leita til sveitarstjórnar verkefnin sem okkur finnst að við mætti fara betur í samfélaginu okkar. En það var náttúrulega strax hafist handa þarna 2005 við að flokka eins og mikið hefur verið rætt í dag og nemendur þessir yngri voru mjög áhugasamir. Ég mynda mér að þið þekki það. Unglingunum fannst þetta hallærislegt. Nú voru þessi nemendur á unglingastigi sem byrjuði að flokka með okkur 2005 og það er ekkert hallærislegt að flokka í dag og það var meiri sem ég langar til að segja ykkur frá því að það var í fyrra þá fengum við heimsókn í skólan og það var einn úr 8. bekk sem kom til mín og hvíslaði: Sigga, viltu tala við hann þennan? Hann setti gler í harðaplastið. Þannig þau eru alveg fann að fylgjast vel með, sko. Og það var líka það að við hófum þessa vinnu að flokka. Heimilin voru ekki fann að flokka 2005. Og íbúaþingum í Grýtubakkahreppi, sem það haldið íbúaþing hvert ár, þá var Grenivíkurskóli fenginn til að kynna verkefnið og kenna fólki að flokka og vera með sýnikennslu. En við náttúrulega sömdum umhverfissáttmála sem við höfum verið unnið eftir og við höfum nú verið með sama sáttmálan alveg frá byrjun sem hangir uppi hjá okkur eins og náttúrulega annar staðar og við höfum lagt núna síðast höfum við mikið unnið að þessu að fegra og bæta umhverfi skólans og stuðla að því að íbúar Grýtubakkahrepps leiti úrbóta á því sem betur mætti fara í þeim efnum og efla samfélagskennd innan skólan sem utan og miðla vitneskju og lýðræðislegan hátt. Þetta höfum við verið að reyna að gera. Nú við skrifuðum skýrslu eins og náttúrulega allir eru að gera, skrifa skýrslu og sem náttúrulega mikils virði því þá erum við að vinna skipulega að verkefninu. Og í skýrslunni sem við skrifuðum 2007-2009 þá fengum við inn í þá skýrslu umsögn sveitarstjóra og hún segir þarna að grænfánaverkefni Grenivíkurskóla á stóran þátt í þeirri miklu vakningu sem orðið hefur í endurvinnslumálum í sveitarfélaginu og
og talar það að börnin séu besta löggan á heimilunum. Og það tilfellið að það voru foreldrar nemenda okkar voru í sveitarstjórn. Þannig að sveitarstjórnin fékk þetta bara beint í æð í gegnum börnin. Og það hefur berlega komið í ljós að flestir sem hafa fengið sér endurvinnslutunnur eiga börn eða hafa nýlega átt börn í Grenivíkurskóla. Því það von mín að grænfána verkefni í Grenivíkurskóla fái að þróast og dafna áfram. Og þetta náttúrulega svona lyftir okkur upp þegar við finnum að samfélagið og sveitarstjórnin farin að líta til okkar. Nú það var vorið 2007. Þá fóru nemendur úr 2. og 3. bekk í vettvangsferð með kennara. Og þau skoðuðu gámasvæði sveitarfélagsins, nú og tóku mynd og myndir. Og í framhaldi af því skrifuðu þeir bréf til sveitarstjórnar og lýstu óánægju sinni með umgengni á svæðinu. Og nemendur hafa alltaf fengið bréf, svarbréf tilbaka þegar þau senda sveitarstjórn bréf. Og það sýnir náttúrulega nemendum, eins og ég þarf náttúrulega ekki að segja ykkur, að þau eflast og þau finna að það verið að taka eitthvað mark á því sem þau segja. Það verið að fjalla það. Það fjallaði þetta á sveitarstjórnarfundum sem fer svo inn á heimasíðu Grýtubakkarhrepps. Það þykir mjög merkilegt. Og það kom bréf, aftur svarbréf frá sveitarstjórn og þakkar ábendingarnar. En svo var það síðastliðið vor að þá fóru sömu nemendur sem eru komnir á unglingastig og skoðuðu svæðið. Og þá var dálítil breyting á. Þetta í rauninni sama svæðið. Hér búið að girða allt af. Þetta opið 2 í viku, 2 tíma í senn. Umsjónarmaður fylgist með svæðinu. Og þarna ekki leyfilegt að henda og grýta bara við hliðin á gámanum. Hér verða menn að ganga frá. Nú það var náttúrulega, nemendur fóru náttúrulega á stað og þökkuðu og skrifuðu þakkarbréf til sveitarstjórnar. En þau fundu samt svona ýmislegt sem mætti enn betur fara. Og enn fengu nemendurnir svarbréf. En þá það næst sem ég ætla að segja ykkur frá að hitaveita var lögð í Grýtubakkarhrepp sumarið 2007. Og nemendur þau sáu að það var heitt vatn sem rann til sjávar, bara ekkert notað. Og þau fengu hugmyndina 2012 að hægt var útbúa ylströnd á Grenivík. Það fannst þeim alveg hreint draumurinn. Og nemendur fóru með kennara sínum og þau mældu 59 gráðu heitt vatn sem rann til sjávar, enginn notaði. Nú, og það var náttúrulega ennskrifað til sveitarstjórnar og það athuga hvort það væri hægt að útbúa ylströnd. Auðvitað þetta nú meira mál en sem að þið vitið en bara að segja sér svona, ylströnd. En sveitarstjórn fékk Norðurorku, fulltrúa frá Norðurorku til að koma í skólan og ræða við nemendur verkefnið. Hvort það væri hægt að útbúa þarna ylströnd og það kom nú niðurstaðan var svo, þetta var allt og dýrt. Og málið það og það sem þau skildu ekki að það kostar svona mikið þetta vatn sem rennur til sjávar. Þeim fannst nú eðlilegt að það væri nú bara að nota það svona ókeypis. En Norðurorkar á þetta vatn, þessa blæðingu eins og talað En það var náttúrulega við töluðum það við nemendur og nemendur sáu það að
þau lærðu það að náttúrulega í lýðræðis þjóðfélagi var náttúrulega sjálfsagt að koma hugmyndum sínum á framfæri, en jafnframt ekki alltaf sem hugmyndirnar ná fram að ganga. En þó það ná ekki fram að ganga í fyrsta skipti, þá jafnvel hægt að halda áfram. Ef til vill kemur ylströnd á Grenivík eftir 10 ár. Þessa hugmynd áttum við, segja þau, það ekki? Og þau voru náttúrulega ekki ánægð með þetta. Get ekki útbúið ylströnd, það væri nú kannski ekki mikið mál. Og það kom fréttamaður frá sjónvarpinu í sumar og talaði við krakkan í unglingaskólanum og við einn þarna úr hópnum og spurði út í ylströndina og hann sagði, það kom einhver kall og talaði við okkur og sagði að þetta gengi ekki, en kannski getum við fengið þetta einhvern tíma seinna, sagði hann, sko, hann var bara ánægð með það. En þau eru nú ekkert uppgefin, þau skrifuðu aftur til sveitarstjórnar núna í vor, síðastliðið vor, og vildu fá að vita hvað væri að frétta af málinu. Og það kom náttúrulega enn svar og sveitarstjórn mun áfram skoða hvaða möguleikar eru til að nýta þetta heita vatn og þakkar fyrir þann áhuga sem þið sýnið á málinu. Og það kom líka fram í þessu bréfi sem stendur nú þarna að það var atvinnu- og þróunarnefnd Grýtubakkahrepps sem höfðu skoðað málið, en það alltaf sama niðurstaða, þetta of dýrt. En vonandi verður þetta einhvern tíman ekki það dýrt að við getum fengið ylströnd. Þá eru þau velkomin á Grenivík á ylströnd. En það var strax í byrjun verkefnisins í Grenivíkurskóla að við fórum að jarðgera moltu. Það var nefnilega þannig þegar við byrjuðum að við ætluðum alveg að gleypa heiminn. Við ætluðum bara að gera allt. Og það var náttúrulega alveg óhemju vinna á okkur til að byrja með, fyrstu 2-4 árin. En svo höfum við vitað í núna, við erum búin að festa í sessi þessi verkefni og nú erum við farin að vinna svona gáfulega, segjum við. En þá byrjum við að jarðgera og við erum með kartöflugarð og höfum stundum sett gulrætur þar niður og þau fóru í þarna efst mokað á moltutunnu, þau eru að moka í kartöflugarðinn og síðan var það 2009 þá dreifðu þau moltu á gróðursnauðan mel og það var sko að vori til sem að þau dreifðu moltunni. Já, það hefur líklega verið á hausti, já, og síðan tekin mynd, hausti 2009 og þá aðeins að byrja að lifna gróður og þau hæluðu þarna, settu hæla til þess að afmarka svæðið og þið sjáu þarna á efstu myndinni, þarna að koma svolítið gróður upp. Það var ekki, eins og við segjum, stingandi strá þarna. En 2011, þá moltureiturinn orðin svona, eins og stendur hérna haust 2011. Og þarna orðin mikil fræsöfnun. Og svo var það núna í vor sem þau fóru og tóku mynd 2013. Þetta náttúrulega sínu bingur hana, en þar sést glögglega að fræin hafa sáð sér undan hafáttinni til suðurs. Þannig að moltureiturinn okkar að stækka. Og svo það, sendu þau sveitarstjórn bréf, enn eitt bréfið, og þau óskuðu eftir því að fá gróðursnauðan landskika til að græða upp með moltu og einnig að dreifa moltu á svæði þar sem nemendur hafa plantað birki. Þetta nú tekið núna bara eftir að komið snjór í fjöllum eins og þið sjáið. Það kannski verið snjór í fjöllum flesta mánuði, ég veit það ekki.
En þetta var núna bara eftir að fóra sölna og þau langar til þess að fara og þurfa í rauninni ekki að fá leyfi sveitarstjórnar. Þetta er svæði sem þau hafa plantað sjálf og þannig að þetta er birki en það er náttúrulega bara að gera að sveitarstjórn fylgist með og viti hvað þau eru að gera og þakki þeim, það er mikils virði líka. En þau hafa áhuga á að dreifa moltu á ákveði svæði og gera svona rannsóknarvinnu með það hvernig trén, hvort þau vaksa meira þar sem þau fá moltuna eða þar sem moltan hefur ekki verið dreift á. En það er í rauninni næsta skref okkar, það er að vinna að þessu moltuverkefni okkar. Þessi mynd er tekin núna í haust, þetta eru nemendahópurinn okkar 2013-14. Þau eru aðeins 50 í ár, fækkað 10 hjá okkur. Þetta er viðráðanlegur hópur. En ég ætla rétt að bara segja í lokin, áður en ég þakka fyrir mig, að ég vil þakka starfsmönnum Landverndar. Það er nefnilega virkilega gaman að fá starfsmenn Landverndar í heimsókn. Koma í skólan, þau eru svo jákvæð og lífleg og þau eru svo flinka, en ég er ekki að segja heldur að þau séu að hræsna, en við verðum svo stolt eftir að við fáum heimsókn frá fulltrúum Landverndar. Og þá er það bara, ég þakka fyrir mig.